Góðan daginn, ég heiti Helga og handavinnu Óð. Þetta 5. þátturinn minn hérna á þessu vídeobloggi á YouTube og í dag ætla ég að fara yfir kláruð verk í vinnslu, hvað datt í pokann, markmið núna á næstunni í sambandi við framleiðslu og koma og hreinsa af prjónunum, þau verkefni sem á því. Svo ætla ég að sýna ykkur Kamilu og kjólinn sem ég prjónaði sem blasa hérna við mér fyrir aftan. Og svo ætla ég að fara yfir vettlinga og húfur sem eru ennþá hérna inni á þessu heimili. Afsakið. Svo var ég að spá að taka pínu vídeo eftir og sýna ykkur hvernig herbergi lítur út þegar ég að podcasta og hvernig það lítur svo út þegar eins og það á að vera. Það alveg, þetta hálffyndið mausi í kringum þetta og það pínu bras að ná birtunni réttri einfaldlega því að það bara að vera frekar dimmt úti og það hefur áhrif á þetta og ekkert rosa auðvelt að stjórna því. Ég var nú að prófa að fikta hérna áðan og hugsa að maður bara fá sér ljósamann til þess að komast í botn á þessu öllu. Nú, eins og þið kannski sjáu, þá ég í hérna einni af peysunum mínum og þetta peysa sem ég sýndi ykkur nú daginn en ég ætla að finna hérna því að, já, þetta blaster cardigan eftir Andi Satterlund og þetta bara svona stutt mittispeysa og sæti yfir svona síða kjóla eða svoleiðis eða buxur með háan streng. Nú, það alltaf gaman að hérna geta verið í því sem maður að búa til og það kannski þess vegna sem ég alveg óð þessa dagana í að prjóna með peysur. Og ég set bara hér inn á myndskeiðið hvað þið finnir mig á netinu á Ravelli og Instagram og Facebook. Og takk fyrir móttökurnar á Facebook like-síðinu minni þar sem ég með verkefnatöskurnar mínar sem eru hérna nokkrar eftir. Og og ég ákvað það fyrir í vetur að ef það gengi vel að losna við það sem ég ætti á lagar núna, þá myndi ég taka svona smá kast í að gera jólatöskur og ég pantaði helgina að utan nokkrar típur af skemmtilegum jólalegum efnum og fæ það vonandi í þessari eða næstu viku og helli mér þá í það. Í síðustu viku sagði ég ykkur að þetta yrði prjónavikan mikla, það væri ekkert mikið á dagskrá og ég ætla að prjóna og hafa það huggulegt af því að 2 vikurnar undan hafði ég verið að leysa af niður í Galleri Snotru og einnig syngja í kór á Akranesi og það var brjála að gera hjá okkur líka akkurat á þeim tíma þannig að mér fannst ég eiga alveg inni að geta setið og prjóna svolítið en svo náttúrulega haustpestirnar að banka upp á og dóttir mín og dóttur þær lágu báðar í vikunni og amman hljóp í skarðið og satt hjá þeim og þeim var með litla putta þá ekki drosa mikill tími til þess að prjóna og svo helgina þá vorum við að passa litlu skottuna þannig foreldrarnir fóru í smá ásatíðaferð og og pössuðum hana og þau líka 2 stóra hunda og þá, þú veist, það var aðeins gripið í prjónuna rétt með hana litla skvísan var fór að sofa á kvöldi en mér tókst nú samt að koma svona smáverkum af prjónunum og komast áleiðis í hinum verkefnunum þannig að ég ætla bara að vinda mér í það að sýna ykkur hvað ég kláraði og fyrst sem ég ætla að sýna ykkur peysa sem ég gerði á hrafntina mína sem að ég að prjóna þessa fyrir dagbjörtu hjá Lína Design og þetta með svona
kúlum, sæt svona smá atriði, sett neðst á ermina líka og hérna niðri. Og í uppskriftinni þá er líka talað um að hafa hann aftan á, en mér fannst það bara, persónulega fannst mér það of mikið. Og síðan er bara svona brettur niður krægin. Og þetta er reyndar í stærð 2-4 ára, hún er hávaxin skottan og er að vera 2 ára og þá bara fer maður í þessa stærð. Og sem sagt, hérna, ég notaði Merino Extra Fine frá Drops í peysuna. Þetta var prjónað á 4 mm prjóna og stroffið á 3,5 mm. Og það voru rúmlega 4 dokkur í þetta og ég hafði keypt sennilega 6 og ætla að, ég held að hún Daburt sé með húfu með svona kúlun líka og ég hugsa ég noti afgangin í að gera húfu og þá er Hrafn að koma með svona sett í stíl við litla bróðurinn sem hún er að fá í massa á næsta ári. Og þá verða þau eins, það þarf víst að passa upp á prinsessan halda áfram að fá sína athygli. Nú svo, já, það er þetta með að það er allt á hliðinni þegar maður er að taka þetta upp. Síðan gerði ég vettlinga númer 2 í Selbu Mitten prjóna klúbnum og þeir eru kallar með bonden mittens og þetta er semst eftir Skeindir Knits, Elli hjá Skeindir Knits og þeir eru lítið svona út. Svo eru hérna svo fallegi þumlarnir á þessum hérna uppskriftum hjá henni og ég hef aldrei, þetta er þessast par númer 2 sem ég geri í þessum dúr og það er margt að læra. Ég á mjög auðvelt með að gera peysur sem eru þessast með svona mynstrið svona eins og íslensku lópapeysunum og það, en mér finnst það aðeins erfiðara í svona smáum stykkjum af því ég er að gera þetta á líka Magic Loop, ég veit ekki hvort það hefur eitthvað áhrif. En þetta er sérst, ég notaði Navia Duo garnið í þessa og sérst hérna prjónahöstan er ekki alveg í lagi hérna. Þetta er bara eitthvað sem að sjálfsagt kemur bara með því að vera nógu duglegur að prjóna þetta. Ég sé að Hafdís vinkona, hún prjónar mikið af svona vettlingum úr 2 litum og það er rosalega fallegt hjá henni. Það er eins og bara að sé teiknað á blað og klift út og bara rosalega vel gert hjá henni. Þetta er bara eitt af því sem að maður nær tökum á ef maður heldur sig við efnið. Og það fóru ekki nema, það fóru það bil dokka í parið. Þannig að já, í annað par í raun og veru. Þá myndi ég bara, sko, til þess að það gengi algjörlega, já það var alveg sama hvort það er. Það voru 21 gram af einu litnum og 22 gram af hinum, þannig að ég geti alveg gert nákvæmlega eins par. Nú, eða ekki gert eitthvað, af því að þú veist, þetta með að gera sömu hlutin oftar en einu sinni, sem vefst fyrir mér. En mér finnst það mjög skemmtilegt og þetta er ótrúlega fljótgert af því að það eru bara mjög vel skrifaðar uppskriftirnar hjá henni og ég er með svona töflu með segli á það sem að ég færi bara segulinn eftir því sem að umferðina verði fleiri. Nei, eftir því bara sem gengur inn á munstrið og þetta er sko kannski rúmlega dagsverk að gera svona par fyrir mig allavega. Já, svo gerði ég húfu úr einrúm, E2 einrúm og alltaf svo sem að ég sýni ykkur hana bara núna en hún verður hluti af þessari umfjöllun og eftir hjá mér í húfu partíinu. En þetta er E+2 einrúm garnið og fekk hann í Gallerí Snotru
og það er bara lítið einfalt munstur í þessu. Þetta er uppskrift, svona einblöðungur sem er seldur niður í Gallerí Snotru, fullt af húfuuppskriftum þar. Þetta var nú reynda miðað við meirinn á extra fæn og stærri prjóna, en ég notaði í stroffið 3,5 og 4 í restina. Og það sem ég gerði, því að einrúm stingur pínlítið, er að ég prjónaði stroffið helmingi lengra og hafði annað gatn hérna í fyrripartinum sem ég tylti svo bara hérna, og það gat stingur minna. Og ég bara skellin á mig, það verður bara hárið fyrir bara í sósu. En þó að hún sé svona pínu gisin, þá er þetta svo hlýtt gatn. Það er bara ágætt að hún andi pínu, og líka því að stroffparturinn er tvöfaldur, og aðalmál hjá mér er að verða ekki kalt á eyrunum. Ef að mér verður kalt á eyrunum, þá verður mér kalt allstaðar, en ef þetta dugar, að þá er allt í lagi þó að blása hans í hársvörðin. Og svo setti ég bara hvítan dúsk og festan með tölu innan í, þannig að ég get skipt um. Ef ég þarf að þvo húna eða langar að setja annan lit af dúsknum í, þá get ég gert það. Ég fer betur í þessi húfumál á eftir. Og síðan þá er sagt, kláruðu verkefnin búin. Og svo eru það verk í vinnslu, og þá ber fyrst að nefna kannski hérna Worsted Boxy, þessi sem ég hef talað áður. Hún er sagt, hún get komið lengra en þetta, hún er prjónuð neðan frá, en ég sýndi ykkur hana síðast, þá var ég bara rétt komin af stað, komin hingað, og það er búið að bætast í nokkrir sentimetra síðan. Þannig að nú færi ég bara þessa krabbakló og setja hana hérna, þannig að ég sjái eftir viku hvort mér hefur orðið eitthvað á verki. Þetta er sniðugt til þess að setja svona prjónamerki sem er hægt að hengja beint í gatnið til þess að sjá framvinduna hjá manni, að því stundum finnst manni maður bara að vera ekkert ágengt, en ef maður er með svona þá sér maður það alveg. Og hérna er ég semst með 2 þræði, af því að þetta er handlita gatn, og þá prjóna ég eina umferð úr einni dokkunni og svo næstu umferð úr hinni og svo framvegis. Þetta er bara voða þægilegt svona sjónvarpsglápsprjón. Afsakið, setja þetta hér. Já, ég held ég sem er hæja sjarprjóna sem eru 5,5 mm í þessari peysu sem ég var að leggja fram. Síðan er það peysan úr prjónabókina sem ég talaði Ég bara er enn á ermunum og geri þær svona samsíða, er með á sikkurum prjónunum, en prjóna alltaf hefða þannig að ég geri prjóna upp að næstu útaukningu, eik út og tek svo upp hinn ermina og prjóna upp að sömu útaukningu og eik út og skipti svo. Þannig að þá er þetta alltaf svona svipum slóðum. Ég var hér þegar að ég sýndi ykkur í síðustu viku og búin að gera, ermarnir eru náttúrulega fljótgerðar. Ég ætla nú að fara að feti fljótlega upp á bólnum svo að hann verði ekki eins yfirþyrmandi langt á eftir þegar ermarnir verða tilbúnar. Og ég með þetta á hæja sjarprjónum að mig minnir 3 mm, já. Stroffið var 2,5 mm og svo ermanna sjálfur og búkurinn verða á 3 mm. Nú svo, og þetta er sérst hérna Austumann steppgarnið sem ég er að nota í þá peysu. Og síðan er það Cotton Merino peysan mín, eða jakkapeysan.
og hún svona aðeins farin að verða pínu skiljanlegri en já, ég sérst búið með að búa til að framanverðu, sérst þetta yfir öxlina, þetta hvernig snýr þetta, hvað ég að bulla? Jú, þetta sérst framstykkið, svona breiðu kragi sem hafa verið brett pínu upp á. Það er auðvitað að sína að þetta allt í þvælu á prjónunum. Hérna er byrjað að myndast, sérst hérna er ég búin að gera prjóna út fyrir erminni og sérst á bakhliðinni núna að gera það sama og það gerist sérst jafn á óðum með fyrir hægri og vinstri hlið, bakliðin og síðan fer ég yfir á vinstri hliðina og geri ermaopið þar fyrir framan og þegar það er tilbúið þá er þetta tengt semst allt saman og prjóna fram og tilbaka, framhliðin og bakliðin og hinn framliðin og svo aftur tilbaka. Þangað til hún orðin eins og uppskriftin segir til og þá er mælt með að smella ermunum í. Ég mun samt hugsanlega setja ermana bara í fljótlega eftir að ég byrja að prjóna hringa því að það getur, ef hún verður mjög síð og þung þá verður bara þá er bara, þú veist, þá er meiri þyngd í peysuna og er alltaf þegar maður er að gera, maður þarf að vera náttúrulega að snúa þessu og það er þægilega að gera það bara hreinlega á meðan allur bólurinn er ekki kominn á. Svo er ég alltaf með, eins og ég segi, þessi smáverkefni í gangi, teppin og þetta, ég svo sem ekki gert mikið í teppunum síðan síðast, þannig að ég var ekki að taka það upp, en á eftir sýni ég ykkur húfu og vettlinga úr bríós sem að ég gerði í sumar og það var ennþá svo mikið eftir að garninu að ég ákvaða bara að fitja upp á svona bríós kraga. Nú er alveg stóla úr með hvað bríós er á íslensku hvort það sé ekki hreinlega bara 2 lita klukkprjón. Þetta er sem sagt græni er aðliturinn og svo þessi ljósi er svona bakliturinn. En það skemmtilega við þetta er að það er ekkert mál að snúa þessu við. Ef maður vil að ljósi liturinn sé ríkjandi. Og þráttur að vera búin að gera húfu og vettlinga og byrja á þessu, þá er ennþá bara örugglega sirka 50 grammin eftir í þessu. Ég ætla bara að gera þetta eins lengi á innenni og helst að nýta bara allt garnið. Og þetta græna garn er Sincere Sheep Hand-Dyed 5% Yarns using the finest natural dyes. Og þetta er 100% Superwash Domestic Merino Fingering. Það er sérst, já. Og ég fekk þetta garn að gjöf. Og síðan er ég með rifnað. Nei, það er hérna. Svo er ég með Knit Picks Hawthorne Fingering Graffiti Speckle. Það er ljósi. Og ég panta með stundum garn frá Knit Picks. Það eru ódýrt garn sem fastar en þeir senda ekki til Íslands. Þannig að ég hef bara hnitt í frænkur og frænda og svona nýtt mér sendingaþjónustur sem að taka smávægilega þóknun fyrir að áframsenda þetta. Og það borgar sig alveg ef að maður er að panta þeim meira magn eða er að panta með einhverjum. Og þá er ég náttúrulega bara eldast við að panta eitthvað sem er ekki til hér. Það má vera, nei, ég held ég sé ekkert búin að vera neitt að grípa í neitt annað í vikunni. Ég kláraði þess að byrja á húfun og vettlingunum í þessari viku og kláraði það. Allavega annan vettlingin, ég man ekki hvort ég var búin með hann í síðustu viku. Þannig að þá eru þetta klárin mín. Það er smá tæknilegir örðuleikar, ég þurfti að reynsa minninu til þess að geta haldið áfram. Nú, næst ætlaði að sýna ykkur hvað datt í pokan hjá mér í vikunni.
Þetta nú kannski ekki merkilegt en þetta eru 6 metrar af flísilíni fyrir jólapokana. Fór suður á laugardaginn og sótti mér birgðir í þá framkvæmd. Nú, svo kom daginn í síðustu viku að það er lítill strákur á leiðinni hjá dóttur okkar. Og ég var búin að sýna ykkur heimferðarsettið. Ég gerði 2 svona svipuð nema strákurinn fær svona karrígular og dökkgrá buxur en frændi minn eða frænka ljósgrár og ljósgrátt og sólgult dress. Svo vildi mamma fá mamma tilvonandi barnabarns míns stráksins, hún vildi fá lestarsokka og vettlinga við heimferðarsettið og ég keypti Baby Merino, ég vildi ekki gera úr Merino extra fæn. Það eru svo stóri sokkarnir og þetta er bara svona stengrár litur númer 20 Baby Merino extra fæn mix pínu, það var pínu svona sprengt. Keypti 2 af því og gerði þá hugsanlega bara húfu úr restinni. Og svo langaði hann líka í blátt svona sokka af vettlingasett og ég keypti líka Baby Merino í það og það er litur 30 og gerir sjálfsagt líka bara húr því. Síðan fékk ég mér, hann ekki mér í gafnkaup, en ég fékk mér prjónablað Ír, nýjasta númer 71. Ég var áskrifandi en mér fannst bara oft erfitt að fara eftir uppskriftunum í því þó það verið fallegara og skemmtilegur allt það. Þá voru bara á sínum tíma ekki rosa vel þýddar en sýnist, og það kannski skiptir ekki með eins miklu máli í dag heldur eins og þá, en nú á ég miklu auðvitað með að klóra mig fram úr svona gróf þýddum uppskriftum. En mér fannst þetta blað svo æðislegt. Ég hef heyrt að fólk sé ekki að fíla uppskriftirnar í þessu. En mér finnst þetta æðislegt. Það kannski ég er svona eins og ég segi, ég er í peysustuði og það eru, mér finnst fallega barnaflíkurnar í þessu og svo er nýtt garn í þessu sem að heitir, látum okkur sjá, sem að ég svo sem hugsa að ég noti bara í staðinn fyrir. En það er hvað er það? Ég minn einu. Er þetta silk og móhair? Nei, bursted alpaka. Eins og til dæmis í þessari peysu. Og mér finnst þetta er svona ábyggilega, ég á eftir að kynna mér það, hvort það sé svipað grófleiki og erið og ef ekki, ef þetta er grófan en það, þá bara nota ég að tvöfald. Og þetta er allt svona einfaldar fljótgerðar og þægilegar peysur. Þessi finnst mér æðisleg, það er smart alpakaull og tvít og allir þráðnir 3 haldnir saman. Þannig að þessi tekur bara korter, sko. Nei, ég segi svona. En ég svo sem er með nóg af prjónunum eins og ætla að tala meira um það á eftir. Nú, svo tók ég þátt í svona samprjóni hjá Sjónu í Sjóna Stitches podcastinu. Hún gaf út svona leiðbeiningar með að prjóna til þess að nýta, ég sýndi ykkur þess að sokka í einhverjum þættinum. Þetta er til þess að nýta alla 50 gramma röndóttu sokkadokkurnar sem til dæmis er hægt að kaupa eins og hjá Nitpick sem ég talaði áðan. Ódýrt og gott gat. En þá var þetta bara að prjóna í einni langri túpu, byrja á stroffi og prjóna svo löng túpa og enda á tá, klippt í miðina og sett tá á annan hlutan og stroff á hinn og svo aftur á ísetta hæla. Settir ísett eftir á. Og ég var dregin út þar hjá henni og fékk að launum 2 uppskriftir sem ég mátti velja mér.
Önnur reyndar var bundin við einn hönnuð, en svo mátti ég velja mér upp á ákveðnu upphæð frá öðrum og ég valdi mér Antler Mittens eftir Tin Can Knits og þetta eru bara svona, ég ásast húfuuppskriftina og þetta eru grófu garni en hún, eða fjölskyldan hjá Tin Can Knits, eða hönnuðinni þar, þeir bjóða upp á, oftar eru uppskriftirnar gefnar upp fyrir alls konar grófleika og svo leis, en þessi það nú reyndar ekki, en þetta er bara úr svona mjög grófu garni. Frábært í svona gjafaprjón. Og svo, mátti ég velja mér eina uppskrift eftir Lill Irene Eugene Olaisen hjá Nordic Stitches. Og þetta er norsk stelpa sem hefur haldið út í podcastum og er að hanna ótrúlega fallega hluti fyrir okkur prjónarana. Og ég valdi mér þessa sokka uppskrift og hún heitir In Line for Pumpkin Spice Latte. Og þetta eru svona kalar og dúleri og falleg táin, perlu, prjónstá og hællin. Og máli með það að vera hún vildi að ég veldi eitthvað eftir þennan hönnuð er svo að hún Lill Irene hjá Nordic Stitches setti út vídeo snemma í síðustu viku, minni mig, að hún ætlaði að hætta að senda út podcast og hætta að búa til prjónauppskriftir af því að hún er öryrki og er þannig stödd að hún getur ekki einu sinni unnið hlutavinnu utan heimilis til þess að afla sér auka fjár og og talvan sem hún hafi notað til þess að búa til uppskriftirnar og gera podcastin klár til þess að hlaða upp á YouTube og svona. Og talvan hennar þrátt fyrir að hafa farið í viðgerðarhreinsun var bara ekki nógu öflugt til þess að gera þetta og henni bara svona hálf fjallist hendur og ákvað bara að hætta þessu öllu saman. Nú prjóna heimurinn greip inn í af því að hún er mjög skemmtilegur podcastari og flinkur prjónahönnur og ég sagði við Sjónu hjá Sjóna Stitches að hún er að segja frá þessu líka í sínu podcasti þegar hún er að draga mig og aðra konu út með þennan vinning að ég myndi líka kaupa uppskrift og og ég mun setja upplýsingar niðri þessa dömu þannig að ef að þið hafi áhuga á að fara og stiga við baki á henni svo hún geti haldið áfram að búa til þess að fallega uppskrift fyrir okkur og senda út podcast þá er þetta fljótt að koma ef að nokkur 100 prjónarar kaupa eina uppskrift og ég keypti mér The Higgisjól og svolítið fallegt sjal og mun að sjálfsögðu prjóna það en ég er allavega búin að leggja mitt af mörkum til þess að hjálpinni og ég veit að það gengur vel og ég er eiginlega sannfærð að hún verður komin á skjáinn fyrir en varir og það er það sem er svo frábært við þennan prjónaheim að það sérstaklega erlendis, minn prjónahópur er æðislegur og við hjálpumst að og leggjumst á eitt ef einhverjum vantar eitthvað eða hvað sem það er. En svona, það sem þessi podcast hafa gert og svoleiðis er að þétta svolítið saman okkur prjónara og handavinnu fólk. Og meðal annars er þetta er orðið svolítið stórt dæmi núna af því að það eru bara nokkri podcastarar búin að segja frá þessu í sínum podcastum og hún er búin að fá alveg brjálaðan stuðning og mikla sölu og frjáls framlög inn á sinni vefsíðu og annað sem að mun vonandi gera henni kleift að halda áfram að vera með. Af því ég veit að bara eins og fyrir sjálfa mig sem að er oft á tíðum föst heima, þó maður geti haft ofana fyrir þessu og svona, þá fær maður ótrúlega mikið út úr þessu að maður er að tala við og kynnast fólki
og fá jákvætt tilbaka á allavega. Og þetta bara svona ein leið fyrir marga bara til þess að einangrast ekki. Af því að eins og fyrir hana, hún á ekkert auðvelt með að komast út úr húsi og annað slíkt, en hún búin að eignast fullt af vinum í gegnum podcastin sem að hafa heimsótt hana meðal annars. Og þannig að þetta skiptir máli og það, þú veist, og flest okkar munar kannski ekki að kaupa á 400-500 krónur til þess að gera þessari stúlku kleift að halda áfram að sinna sínum hugðarefnum sem að við njótum svo góðs af því að hún gerir fallegar og vel skrifaðar uppskriftir. Og þetta verður næstar í fytti upp á sokkum og þá ætla ég að gera þessa sokka eftir hana. Og þetta var svona kannski skil ég ekkert upp eða niður í þessu, en ég mun setja niður nafnið á podcastinu hennar og inn á, hvað hún heitir, inn á Rafallís, og það sé auðvitað að fara bara beint þangað. En hugsanlega reyni ég að setja þetta, það er svona textabox fyrir neðan þar sem ég get sett inn tengla, og ég hugsanlega reyni bara að setja tengila og hana þarna inn til þess að auðvelda ykkur að kíkja á hana. Nú, og svo fékk ég að gjöf frá henni Hafdísi minni að þegar maðurinn minn fór skuttlaði henni þegar hann var á leið í vinnu og fór á bílnum suður í vinnu, tók hann hana með, hún var að fara í aðgerð og hann keypti henni með og kom inn á réttan spítala og það gekk allt vel, og svo var hún bara svo sæt að gefa mér gjöf fyrir lánið á manninu mínum. Þannig að ég sem mætti alveg fá hann að lána hann eins og hún vildi, sko. En þetta er svona umhverfisvæn handsápa frá Kæju Organic sem er verslun á Akranesi með svona lífrænar vörur, sápur og ýmiss konar matvöru og hrávöru og skemmtilega heitt. Og líka sápu Olive Laundry Liquid for Wool and Silk. Og þetta er má nota í ullina og svona viðkvæman þvott, og þetta er 100% biodegradable, þannig að það er ekki nauðsynlegt að skola sápuna úr eftir notkun ef þú ert að handþvo þetta. Það er svona eins og með sók sápuna sem ég nota mikið, það þarf ekki að skola þá sápu úr. Þú veist, það ógeðslega þægilegt, þá leggur maður bara í bleyti og þú veist, kreistir svo bara vatnið úr og leggur það til. Maður þarf ekki að vera vesenst við að skóla og erta trefjarnar neitt á óþörfu. Nú, svo ætla ég að sýna ykkur núna í næsta bili, ætla ég að sýna ykkur Kamilu og kjóli minn. Ég er farin að stoppa á milli kaflana því að það gengur bara mikið betur að hlaða upp vídeóunum af símanum inn á tölvuna þannig. Það var styttri. Nú, Kamilan mín, ég ætla að, volið skipulagsleysi er þetta konundag, ég ætla að vera búin að opna hérna, en fyrir jólin í fyrra, þá rákum við mæðgur augun í þennan dásemda kápu sem að ég sá inn á handáum prjónurum og allir voru að fara yfir enda alveg óbúslega falleg. Og þetta er Kamila eftir Björg og þessi uppskrift er til inn á Ravelli og heitir bara Kamilla. Ég set það hérna fyrir neðan. Og ég átti fullt af babyull frá Sannes, Lanet babyull. Og ákvað bara að nota það því að mamman er bara svolítið veik fyrir fjólblá og það var bara kjörið að nýta það gafn. Og ég var að passa heima hjá þeim helgina og kíkti inn í fattaskáp. Svolítið langt sem ég hef séð kápuna og hún var nú bara ennþá fallegri en með myndi. En hún er öll í köðlum og alls konar dásemdum og gataminstri og bara, ég veit ekki hverju slaufum og dúlleri og ég prjónaði næstu yfir mig þegar ég gerði hana því ég fór í svona akkordsprjón til þess að klára hana fyrir jólin. Og
ég byrjaði á henni 1. desember og kláraði hana 12. Hún leit varla upp. Jólin fóru næstu bara, þú veist, fyrir ofangar og neðan fyrir þessu. En þetta er ekki byrjandstykki. Eins og ég segi, þetta var alveg bara, en hún er svakalega vel skrifuð og ég þurfti nokkrum sinnum að tala við hönnuðinn og senda hann bara tölvupóst og hún var snögg að svara og útskýra og leiðrétta og þar fram eftir götunum. Og ég fekk kápuna lánaða í gær og Hrafntinna hafði reyndar farið í henni í afmæli í gær og mamma hann sagði að núna passaði hún virkilega vel á hana. Síddin væri núna fín, þetta var næstu alveg niður við jörð jólin í fyrra á henni. Þannig að hún mun sjálfsagt geta notað hana eitthvað fram eftir næsta ári. En amma er komið í huga aðra kápu eftir Björg sem að fer líklega á prjóna fyrir næstu jól en mun ekki fara á prjóna 1. des heldur frekar 1. október eða nóvember til þess að tapa mér ekki alveg og sú kápa er aðeins öðru sér með hettu og já, ég held mér að ég sé búin að kaupa hana. Þannig að einhvern tímann þegar það verður dauðstund þá fytti ég ramma upp á nýri. Þetta var ég skrifa hjá mér, tók cirka 60-70 klukkstundir að prjóna og í þetta fóru tæpar 8 dokkur af Lanet Babywool frá Sandnes. Æði. Bara þó að amma hafi næstu mist vitið við að gera hana, þá var það alveg þessu vitið. Og síðan, þetta er líka eitthvað svona, ég ætla að fletta þessu upp hérna hjá mér. Já, eða þetta, einhver staðar skjálfest. Ekki samt svona ítarlegar upplýsingar eins og ég er farin að halda í dag, en þegar ég fór að nota rafverðli í einhverju viti, þá reyndi ég að setja inn allar myndir af öllu sem ég hef átti myndir af og þetta er sjálfsagt úr lopablaðinu sem kom út 2009. Af því ég byrja á þessu 27. desember 2009 og klára 10. janúar. Og þetta er létt, gaman að segja frá því, þetta er herðatriði frá föðurömmu minni og hún heklaði alltaf utan tréherðatriðin og skreytti og það var ekkert utan þetta herðatrið, þannig að ég prófaði að hekla og skreyta. Gaman að geyma svona sparifötin á fínum herðatriðum. En ég ætla bara að standa upp og sýna ykkur betur kjólinn. Hann er semst með svona slétt og brauðið í mittinu til þess að búa það til og síðan er svona fallegur bekkur neðan á. Og þetta gerði ég semst yfir áramótin 2009-2010 og er rosa góður svona vetrarkjóll, er bara í síðarma ból undir og hann var bara eiginlega svolítið fljótt gerður líka því að þetta var góð uppskrift til þess að fara eftir og náttúrulega kannski við sem erum vön íslensku ullinni, við erum kannski bara svolítið fljótað ryðjast í gegnum lopaflíkurnar íslensku. En þetta var svona fyrsta flíkin sem ég gerði fyrir utan þessa hefðbundnu lopapeysur. Og bara mjög, að mér minni, mjög gaman að gera. Nú, svo ætla ég að renna yfir húfur og vettlinga. Ég var náttúrulega búin að sýna ykkur klárin mín. Þetta vettlingapar og þessa húfu. Nú, svo við er ég að gera þennan kraga sem ég sýndi ykkur áðan. Og í sumar þá gerði ég svona tvöfalda klukkuprjónshúfu eftir er hún ekki eftir Andreu Mári, þessa sem að gera allt feitið stöffið. Sé hvað talan kemur upp með. Og
og svo langaði mig að gera svona vettlinga líka, en ég bara fann sem að væri með svona tvöföldu, en ég fann bara enga uppskrift sem að mér fannst áhugaverð eða hentaði gat þyktinni í þetta. Sjá, ég er búin að finna húfuna. Þetta er, Vintage Prim eftir Andreu Mári. Og þetta er prjónað á stroffið hérna á 2,75 og húfan á 3,25 mm. Og það fór ekki nema 30 gram af græna garninu, þessu Sincere Sheep Tenacious, og 26 gram af Knitpicks Hafþórn. Þannig að þetta er mjög létt og þægileg húfa, en hún er hlý, af því það er alltaf tvöfalt garn í henni. Og svo gerði ég bara svona vettlinga, bara ákvað að hugsa, fyrst ég finn ekki neina uppskrift, þá ætla ég að leyfa þessu græna að njóta sín. Það er pínu þykkar en þetta ljósa sem ég setti í stroffið, og þannig að þeir eru hlýir. Og svo setti ég bara gult efst, bara svona til þess að brjóta þetta aðeins upp. Og það er rosa gott að hafa svolítið langt stroffið, það er svo gott að það sé ekki bert á milli úlpu og vettlingana. Kemur ekkert kalt þar. Og svo er ég að gera kragan úr tvöföldu líka við það. Og þetta það er, mynstri er hérna framan á, og þetta var miklu einfaldara heldur en það lítur út fyrir að vera að gera. Þannig að það er svo æðislegt í YouTube að það er alveg, ef maður slær inn bara skammstöfunina á prjóninu, að þá fær maður oft marga leitarniðurstöður sem að hjálpa manni í gegnum þetta. Og svo er restin af húinu bara svona garðaprjón. Já. Og svo hérna að innan, þá er hún, er þetta ljósa meira ríkjandi. Og það er í rauninni hægt að hafa hana þannig. Ég þurfti bara að ganga pínu betur frá endunum til þess að ég gæti það. Kemur bara ljós hvað mér langar að gera þegar því kemur. Nú svo er hérna tvennir vettlingar viðbót. Þessa sýndi ég ykkur daginn úr þessum Selbu Mitten Club og er úr gústagarninu. Og það er bara, þeir eru svona svolítið þykkari og hlýrri heldur en hitt pari úr Navia Duo sem ég var að gera. Og ég er nú bara ekki frá því að ég ætla að fá mér aðeins meira af þessu garni til þess að eiga í vettlingaprjón. Af því að það er bara svo æðislegt að vera út í kuldanum og vera í hlýjum vettlingum og vera ekki kalt á puttunum. Það er bara, þegar maður út að viðra barnabörnin. Nú og svo hérna, sýn ykkur, mamma minn og pabbi fluttu fyrir 2 árum. Mamma minn fór inn á dvalarheimili og pabbi flutti í blokk sem var hliðin á dvalarheimilinu og þau seldu raðhúsið sitt. Og ég og fleiri stóðum í stórræðum við að pakka niður og flytja þau, því að mamma lá á spítala á þessum tíma og pabbi var enn að vinna. Þannig að við urðum að flytja þau út á 3 vikum, þannig að það var hasar. En meðal annars og ég átti að hæmamma koma með á til þín. Ég er búin að lúra svolítið á þeim, mér finnst það svo æðislegir. Og ég veit ekkert úr hvaða garnir þeir eru eða neitt. En þetta gerir snillingurinn og móð mín, og þetta eru fílar hérna framan á sem er hérna uppáhaldi hennar, og hún safnar þeim og á þá í alls konar formum í 20 ef ekki 100 af sem safnar fílastittum. Og þetta er parið, þetta er æði. Kemmið á eftir mamma. Sýnir það að hún kann nú heldur betur að prjóna. Nú, svo er hérna svona fleiri húfur. Þessa var ég að prjóna fyrir The Knitting Expat, hana mínu Philip Dragon's Teeth
minni mig að hún heiti, hún heiti þessi. Sjá. Og ég geri voða mikið af því þegar ég er að pröfuprjóna svona húfur eða sokka eða eitthvað. Þá reyni ég að nýta svolítið bara það garn sem ég á. Já, þetta er flying carpet eða eitthvað svoleiðis. Og sem sagt, já, pröfuprjón fyrir mínu og þetta er smart frá Sandnes sem að ég átti bara til og notaði í þetta og bjóð svo til svona pom-pom eða dúsk á svona græju í það. Og já, þessi bara sjálfsagt fyrir í pakkan hjá einhverjum þessi jólin. Hlý og skemmtileg. Þessi hérna, þetta er munstur eftir, heitir Angel Hat og er eftir hana K.F. Jones hjá Bakery Bears. Þessi var með mér í veiðivötnum í sumar og bjargaði lífi mínu því að við lentum í hálendisstormi og þá var nú sko aldrei gott að eiga allt þetta ullardót til þess að pakka sér inn og til þess að húan fikk ekki að mér og þá var ég með svona buff hérna yfir til þess að halda húin á hausnum og með ég var að veiða að því ég gat þá ekki verið að rífa í hana ef hún var að fara eitthvað. Það var það hvasst sko. Svo er hérna, já þetta er Dragon's Teeth, þetta er hérna, æði ég úr þessari að hans að segja ykkur hvað er að frétta á henni. Já, það tala inn í þessari, þannig að ég get skipt því sem sagt út. Þetta er sem sagt einn, hvað, þetta var ekki að setja hana inn. Hvað skerjulegs er þetta? Jú, hlýtur að vera. Æja, shame on me. Ég veit ekki einu svona hvað gat ég, þetta er örugglega eitthvað Sandnes, einhver afgangur sem ég notaði þetta. Nú, þetta er Dragon's Teeth og þetta er líka pröfuprjón fyrir mínu og þetta er Nepal garnið frá Drops. Og munstri sést að því að það er svona pínu glansáferð í Nepalinu þá sést svona munstri vel í því. Og af því að eins og ég segi, ef að mér eru kalt á eyrunum, þá er mér kalt allstaðar og svo er ég með gleru og það er svolítið, sko þeir lyfta alltaf náttúrulega aðeins húni frá. Þannig að ég bregði á það ráðstundum að ef að hérna stroffið tegist mikið að því, seti bara tegitvinna hérna uppi neðarlega á stroffinu og svo hérna nálægt þar sem munsturbreytingin kemur inn. Og þá fer alveg vel yfir eyrun. Og aftur er ég með tölu til þess að geta tekið þannig að fallega dúsk úr ef ég vil skipta eða þú húna. Svo er hérna úr, þessi er úr hérna Austumann Stepp og þetta er bara svona þunn þægileg á vorin þegar það er ennþá pínu kalt og svona leys blúndu munstur í þessu og þessa prjónaði þegar vorum að þýða þessa uppskrift fyrir The Knitting Expat og hérna ég það nú örugglega að fara að setja pínu tegitvinna í hana því að næst ég er búin að þvo hana svo hann haldist betur á leiðilegt þegar það er gapa svona á mér húðnar. Þetta er Dustland hatt eftir Stephen West úr alls ekki meira en 105 bara sjá svo ég sé það ég með ógreina náttúrulega barnahúfum sem er ekki lengur hérna og nei þetta er Sandnes Per Gynt og hérna ég er búin að prjóna nokkrar svona bæði á dömur og herra. Og svo eru bara, já, ansi margar sem eru húfur, barna og fullorðin sem eru fluttar að heiman. Og einhverjur af þessum örugglega eftir að flytja líka. Og síðan
er ég svona Patreon, styrktaraðili hjá Bakery Bears og þau eru með, og þá er maður inn á svona lokari síðu, fær aðgangað efni sem að þau sýna ekki, sýna semst ekki á opnu rásinni hjá sér og alltaf einu sinni í mánuði þá erum við svona lokaðan grúppu þátt og ég ekki einu sinni, ég þarf að fara að herða mig, ég þykist þú svo agalega skipulög og svo bara ekkert inn á sig hjá mér. En ég man ekki hvað, það heitir Snowflake eða eitthvað þessi, ég finn það og setja hérna niðri og í þetta nota ég Baby Merino og þessi bara situr svona alveg þétt á hausnum og hún er það þétt á mér að ég get sett hana undir reiðhjólahjálmum minn sem er mjög gott af því ég reyna að hjóla eins mikið og ég get og þetta er bara svona, já, símunstra þeim finnst þetta pínu trikk í Bretunum að prjóna með 2 litum svona en það er af því að þeir eru sérst kasta garninu, þeir prjóna allt öðru sem við, ég bara skil ekki fyrir mitt litla hvernig þeir fara að því að prjóna eitthvað, en það er svona, maður þarf náttúrulega að læra hlutina að venjast þeim áður maður getur fara að dæma þá. Svo er þetta hérna könglahúan, set líka upplýsingar hana og þetta gerði ég úr Nepal líka, mjög skemmtilega þessi. Og Nepalið er náttúrulega bara hnausþykkt og manni verður nú ekki kalt fyrir 5 með svona stykki á höfðinu. Nú svo sýndi ég ykkur daginn þegar ég var að fara yfir sjölinn, þá sýndi ég ykkur hérna veiðivatnahúfuna mína sem ég gerði við sjal frá Stephen West. Ég er að horfa á það hérna uppi, ég ætla ekki að fara að teygja mig hérna eftir henni svo að það bara líði ekki yfir ykkur að hérna, fá mig alveg in your face í mynd. Já, þetta er það sem er heima hjá mér af húfum og vettlingum. Vona að ég ná að grenga eitthvað á þessu þessi jól. Eitthvað fær eitthvað í pakkan. Nú, þá er þetta svona komið að lokum þessara þáttar og eins og ég segi, ég ætla að setja linkin á Nordic Stitches hérna í bóksi fyrir neðan og ef ykkur finnst gaman að hlusta á mig rausa þetta og fylgjast með mér, þá gerast áskrifandi hnappur rauður hérna fyrir neðan og þið smelli á hann og þá sjáu þið þegar að ég seti eitthvað inn á rásina og hérna og svo er hægt að gera svona þumalinn upp eða niður frekar að þið setja hann upp heldur en niður og það bara svona, já, kemur þessu meira á framfæri en ekki að það skipti einhverju máli af því að þetta er náttúrulega íslenskt að þá hópurinn töluvert minni heldur en ef maður væri með þetta á ensku. En hérna, og í næsta þætti þá ég svona eiginlega búin að fara yfir þau prjónaverkefni sem eru hérna heima. Og þannig að þeir fara nú að vera styttri þættirnir úr þessu. Það fer þá snúast bara meira akkurat hvað ég að gera þá stundina. En í næstu viku og kannski þar, eða í næsta þætti og þar næsta þætti, þá ætla ég að fjalla svolítið podcastin sem ég er að horfa á og fara svolítið yfir hvað þeir þættir eða þeir podcastarar hafa gert fyrir mig. Hvað hafa ítt mér úti og opnað nýjar dyr og hvað mér finnst skemmtilegt og áhugavert við það og svoleiðis og þetta náttúrulega eins og allt annað í þessu, þetta allt bara mín persónlega skoðun hvað mér finnst þessa hluti og eins og ég sagði í fyrsta og öðrum þættinum þá ég að þessu til þess að reyna að æfa íslenska prjónamálið okkar. Og svo nú reyndar eitt, ég veit ekki hvort það hefur gerst í þáttunum, en einn MS-bletturinn minn á talstöðinni hjá mér. Þannig að þegar ég rosa þreytt,
að þá á ég til að bara tala tungum og og þetta svona, þú veist, eins og þegar fólk er þreytt og setur straujarnin í skáp, þannig virkar heilin á mér þegar hann er þreyttur, að þá bara segi ég kannski ég ætla að fá mér ætla ég að segja mig langar að fá mér kaffi, en ég segi mig langar að fá mér kjöt eða eitthvað svo leys, það bara kemur eitthvað kolvitlaust úti og oft er þetta samhengislaust, en maðurinn minn og yngsta dóttir mín, þau eru orðin ansi flink að geta í eyðurnar og og mér finnst ég alveg að segja rétt orð, en svo þegar ég fyrir að hugsa tilbaka, já, nei, ég sagði kjöt en ekki kaffi. Að þetta bara, og ég svo sem ekki reykist á það að þegar ég er að horfa tilbaka á vídeo þegar ég er að gera það klárt fyrir útsendingu, en þetta er eitthvað sem getur komið fyrir og ef það gerist, þá kannski leyfi ég bara að fara með og gá hvort þið kveiki á perunni og jú, þetta hefur komið í einu þættinum, þá sagði ég með fílinni í rúminu, en það var náttúrulega bæði kannski svolítið svona ensku slettu tengt eins, þú veist, en gæti alveg lýsandi fyrir þetta málstól sem að fylgir mínum ferðafélaga. Þannig að en þetta er bara ótrúlega gaman að gera þetta og gaman, sko, það sem að mér hefur eiginlega fundist skemmtilegast við þetta er að fara yfir farin veg, sjá hvað maður er búin að gera og grafa upp og sjá, byrju, hvert var þessi hlutur og hvað var þetta og úr hverju gerði ég þetta og þannig að ég er búin að vera að snerta prjónadótið mitt aftur sem að hefur ekki verið snert í eitthvað tíma og annað sem að, jú, ég er nú ekkert búin, ég ætla að segja ykkur í sambandi við markmiðin mín og það hefur kveiknað svolítið í, þegar ég hefur verið að snerta á þessu sem ég hefur verið að sýna ykkur, að núna fram að áramótum að þá ætla ég ekki að fitja upp á neinni nýrri peysu fyrir ég er búið með allar peysurnar nema þessa sem ég er að hekla. Ég veit að hún mun taka tíma þegar bara puttarnir mínir eru ekkert voða hressir þegar ég fyrir að hekla. Þannig að ég ger það bara svona rólega, en í gær, bara svo ég haldi að ég sé ekki að svindla bara strax í næsta þætti, að þá fitja ég upp á Sunset Highway peysunum sem ég er búin að vera að tala að gera í þessari hefðbundnu útgáfu. Ég gerði hana náttúrulega úr lopa og móher daginn, en ætla að gera núna svona inni peysu og ég fitja upp á henni í gær en er bara rétt, búin að gera 3 umferðir á stroffinu, en mér varst ekki ástæða þess að sýna ykkur það. Sýna ykkur hana frekar í næsta þætti ef það verður komin eitthvað meiri árangur. Já, ég ætla semst að klára þessar peysur sem eru komnar á prjónana og ég er með nokkrar aðrar í sigtinu, en ég ætla ekki að byrja á þeim fyrir að minnst að kosti 2 verða komnar á prjónunum, þá mætti ég fitja upp á einn, en helst langa með að klára þær allar og taka svo kasti að fitja upp á 9. En ég verða alltaf með svona litla hluti samhliða sem eru fljótgerðir og maður sér árangurinn strax eins og vettlingana eða húfur eða lítil sjöl eða sokka eða eitthvað sem að ég er frekar snögg að gera á. Og þá hefur, þú veist, það er bara svona, gefur manni eitthvað að ná að klára reglulega hluti til að sýna að maður sé nú að gera eitthvað. Aðalega fyrir sjálfa mig, þú veist, ef ég hef ekki eitthvað klárað til þess að sýna ykkur, þá er það bara alltaf leið, þetta snýst ekki um það. En núna setti ég mig það markmið að vinna svolítið af flíkurnar af prjónunum. Og þá bara læt ég staðarnumi í dag, ætla að fara að gera þetta og græja og setja þetta í loftið og svo sjáumst við vonandi bara eftir viku. Og eftir þetta þá ætla ég nú bara að taka smá vídeo og sýna ykkur ástandið fyrir og eftir. Bara svona að ganni. En við sjáumst þá bara fljótlega. Takk í dag. Bye bye. Að sýna ykkur á baku tjöldin. Þetta er nú svo sem ekkert alls slæmt akkurat hér.
En hérna sem sagt fer styrjöldin að byrja. Hérna upp á er sem sagt síminn minn þegar ég er að taka upp. Og þannig er svona plastkassi, saumavélin og síðan er þetta allt í belg og biðu hérna. Og ég kemst ekki einu sinni fram fyrir drasli. En nú fer ég að taka til og sýna ykkur hvernig ég vil hafa þetta. Nú er þetta orðið eins og frúin vil hafa það. Allt á sínum stað. Eða á þeim stað sem það á að vera allavega. Klárt í að fara að undirbúa saumaskapinn og jólapókunum. Og náttúrulega bara held áfram að finna gagn fyrir garn og gaman. Bless, bless.